Ég heiti Kolbeinn Marteinsson og er framkvæmdastjóri markaðs- og almannatengsla Athygli. Ég starfa við ráðgjöf, markaðs- og kynningar PR-ráðgjöf og þar á meðal hef ég á undanförnum árum lagt mikla áherslu á stafræna markaðsnálganir og samfélagsmiðla og rafræna markaðssetningu. Samfélagsmiðlastefnur, mikilvægi þeirra, hversu erum við fólk og fyrirtæki, erum við meðvituð mikilvægi þeirra? Hér á landi, nei, mér hefur fundist að við hefum getað gert þetta betur. Við sáum nýlega dæmi þess að á hinu háa Alþingi þar sem þingmaður var að spyrja hver stefna opinbera stofnana væri varðandi Facebook síður, þar sem að notanda hafi verið eitt. Þarna sjáum við mjög gott dæmi þess að þarna hefði verið nauðsynlegt að vera búið að setja sér svona stefnu. Við höfum komið að vinnu við að setja stefnur hjá fyrirtækjum og opinberum aðilum og ég held við eigum svolítið í land með það hér á Íslandi að átta okkur á því hversu miklu máli þetta skiptir. Það er mjög mikilvægt að hafa að fyrirtæki og stofnanir setji sér stefnu vegna þess einfaldlega að með henni má koma í veg fyrir stórkostleg vandræði, eins og til dæmis hvernig skal tekið á umræðu og þessi stefna sé skýr, að það sé skýrt hvernig og komið fram á vefnum eða samfélagsmiðlum hvernig tekið á hatursumræðu, hvernig tekið, hvers vegna umræðum eitt og öllu slíku. Ég meina, í Bandaríkjunum náttúrulega það sem miklu meira hefð fyrir því að menn fari í mál út á ýmsum málum, þá þetta náttúrulega stór hluti, en fyrirtæki geta lent í krísum á samfélagsmiðlum og þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli að það sé reynt að girða fyrir að það geti gerst. Og það gerum við með því að setja okkur stefnu, hvað má setja þarna inni, hver má gera það og hvaða efni við viljum deila þarna og þess háttar. Já, það getur haft mjög slæm áhrif ef ekki er hugað að þessu, vegna þess einfaldlega að eins og ég kom inn á hérna áðan að krísur geta byrjað á samfélagsmiðlum og til dæmis það að ég hef séð dæmi þessi opinberum aðila þar sem að starfsmaður tjáði sig inn á samfélagsmiðli með mjög óviðeigandi hátt að kvöldi til. Starfsmaður sem átti kannski ekkert með það en honum rann blóðið til skyldunar, fannst hallað á vinnustæðin sinn og vildi svara fyrir það og gerði það á mjög kannski svona óheppilegan máta. Og þarna hefði til dæmis og fyrir vikið var tekið skjáskot af viðkomandi samskiptum. Þau voru send á yfirmann fyrirtækisins og þetta hefði getað verið miklu meira orðið svolítið vandamál, ekki tala nú um hefði þetta farið út til dæmis í fjölmiðli eða viðkomandi sem tók þetta skjáskot eða deilti á sínum samfélagsmiðlum. En við sjáum þetta trekk í trekk að þarna alltaf hefði skýr stefna hvert hlutverk starfsmanna væri varðandi innlegg og svara fyrir kommentum og svara á samfélagsmiðlunum og hvenær má gera það. Þarna hefði hún getað tekið á þessu. Það er svona mjög gott dæmi sem ég þekki mjög vel hvernig vöntun á stefnu bakaði viðkomandi vinnustað töluverðum vandræðum og þarna var bara heppni og ágætt þarna fór það nokkuð vel hvernig þetta mál leystist, en þetta hefði getað farið miklu verr. Hversu mikið frelsi ættu starfsmenn að hafa alltaf sett inn á samfélagsmiðla síns fyrirtækis eða stofnunar eða félagasamtaka eða því að skipta? Það fer svolítið eftir hversu eðli starfsemin en það er ekki gott að allir starfsmenn hafi fullt ótakmarkað frelsi til að setja hvað sem þarna inn. Við leggjum áherslu á það í okkar störfum að við viljum að fyrirtæki tali einni röddu. Það séu og markaskilaboðin eða skilaboðin út á við séu skýr og vel afmörkuð. Það er ekki gott að það séu allir að tjá sig og ég tala nú ekki
eins og þekkt að fólk að tjá sig eftir seint á kvöldin helgar þegar fólk kannski búin að drekka áfengi og ekki í standi til þess að vera haldið upp í vitrænum samskiptum. Þetta þarf bara að vera með skilgreint. Það þarf að vera með skilgreint hver tjáir sig. Það þarf líka að vera skilgreint hvenær má tjá sig. Mér finnst ágætisregla að samfélagsmiðlar mikið notaðar á kvöldin og það þarf að skilgreina það mjög vel hvernig skilaboðum til dæmis á Facebook gegnum Messenger svarað. Það er litið þannig á í dag að til dæmis ef fyrirtæki eru send skilaboð gegnum Messenger þá það jafngilt því að fyrirtækinu hafi verið sendið tölvupóstur að hefðbundið netföngu eða eitthvað slíkt. Það þarf að vera búið skilgreina hvenær slíkum póstum svarað og hvenær. Aðalatriðið það að það sé búið skilgreina hver svarar og hverju. Ætti stefnan að ná til starfsmanna og hvernig þeir haga sér í sínum persónulegu síðum? Já, á vissan hátt. Það fer líka náttúrulega sjálfsögðu eftir eðli starfsemi viðkomandi vinnustaðar. Til dæmis maður hefur séð það bara að kennarar sem hafa verið látið frá sér rasísk ummæli eða ummæli á samfélagsmiðlum kynhneigð fólks eða eitthvað slíkt og skoðanir sínar og trúmálum, það hefur leitt til uppsagnar og þannig að það er ágætt að sé kannski tilmæli. Við getum náttúrulega ekki haft tjáningarfrelsi af fólkinu sem betur fer. Það er náttúrulega tjáningarfrelsi en það er ágætt að sé tilmæli það að fólk gæti orðalags. Ég meina sérstaklega ef þú ert að vinna fyrir opinbera aðila, það er mjög líklegt að það gæti verið notað gegn viðkomandi. Líka skal minna það að ef maður setur eitthvað út á samfélagsmiðla og eitthvað mjög óviðeigandi þá getur maður bókað það að það er eitthvað sem tekur skjáskot af því strax þó svo maður eyði því daginn eftir. Hjá okkar fyrirtæki þar sem við erum að selja okkur út og veita fyrirtækjum og aðilum þjónustu þá höfum við lagt áherslu á það að við erum ekki að tjá okkur til dæmis innan hús, við tjáum okkur ekki okkar persónulegu síðan kannski mál sem við getum setna með að fara að vinna að hverju ber að huga og hvernig maður að undirbúa sig áður maður fyrir að gera framfærislega stefnu. Maður þarf náttúrulega að skoða mjög vel starfsemi fyrirtækisins, maður þarf að skilgreina fyrst til dæmis til hvaða markshóps vill maður ná til með samfélagsmiðlunum og þegar maður er búinn að skilgreina markhópinn þá getur maður farið að velja til dæmis hvaða miðla maður vill nota, hvaða samfélagsmiðla. Við þekkjum það öll að til dæmis krakkar á menntaskólaaldri nota aðra samfélagsmiðla en foreldrar þeirra og eldra fólk eru kannski meira inn á öðrum miðlum en kynslóðarnir fyrir neðan. Þannig að það þarf að skilgreina mjög vel hvaða miðla maður á að nota út frá markhópnum. Markhópurinn eins og öllu öðru markaðsstarfi þá er það kannski fyrsta sem við horfum á. Því næst er mjög gott að skilgreina hvaða skilaboð viljum við koma út á miðlunum og hvaða rödd hann á að hafa. Ég meina það er til mörg dæmi mjög vel heppnaða þar sem til dæmis eins og lögreglustjóraembættið á höfuðborgarsvæðinu mjög vel heppnaða innkoma á samfélagsmiðla þar sem röddin var mjög óhefbundin fyrir löggæslu, mjög svona óformleg og bara virkilega vel gert og fleiri aðilar, fyrirtæki eins og Nova til dæmis sem hafa byggt upp mjög flott samfélag á samfélagsmiðlum. Eins og ég sagði, skilaboð, hlutverk starfsmanna, hvaða hlutverk hafa starfsmenn til dæmis inn á miðlinum? Mega þeir skrá sig, mega þeir setja inn efni? Hverjir eru sem gera það? Hvenær, eins og við höfum verið að ræða hér í þessu viðtali? Hlutverk fylgjenda, mega þeir setja efni inn? Eiga þeir geta gefið stjörnur? Eiga þeir að geta skrifað beint á vegginn hjá manni? Allt í þeim dúr. Markaðssetning, hvernig á að markaðssetja miðilinn, markmið og svo náttúrulega mælingar á markmiðunum. Það er nú kostur við samfélagsmiðla, það er mjög gott að sjá, til dæmis mjög gott að sjá, fá yfirsýn yfir árangurinn, bara með svona analytical tool, greiningatækjum sem inn á miðlunum sjálfum
og svo náttúrulega þarf að setja inn í stefnuna að hana skuli endurskoða. Því að eins og við sjáum þá eru samfélagsmiðlar síbreytilegir, þeir breytast ár frá ári og það er mjög gott að endurskoða svona stefnu alla minnstakosti árlega. Samfélagsmiðlar á náttúrulega að vera fyrst og síðast að vera birt fyrir starfsfólk viðkomandi fyrirtækis. Í sumum tilfellum það fer náttúrulega eftir hversu djúpt maður fer inn á hana, en ef hún er hluta á henni mætti til dæmis reglur varðandi hatursorða eða eitthvað slíkt mætti birta opinberlega á heimasíðum eða á miðlunum sjálfum, en það er svolítið svona fer eftir hversu ítarleg hún en fyrst og síðast hún náttúrulega hugsuð fyrir innanhúsbrúks í stofnuninni eða fyrirtækinu. Við sjáum það alltaf með samanburði við íslensk fyrirtæki og stofnanir við erlend fyrirtæki, og það sérstaklega kannski í Bandaríkjunum, þá sjáum við erlendis eru aðgengileg stefna, aðgengilega samfélagsmiðlastefnu á netinu. Ég veit ekki hversu mikið af þeim eru aðgengilegar hér á landi, ég hef prófað að googla þetta og það er ekkert mjög mikið sem kemur upp. Þannig að við eigum eitthvað í land með það. Við erum náttúrulega líka á vissan hátt öðruvísi samfélag, mjög lítið samfélag og samfélagsmiðlanotkun er gríðarlega mikil hérna. Ég held við séum að gera þetta ágætlega og það eru mjög mörg fyrirtæki á samfélagsmiðlum. Ég held hins vegar að þau mættu fleiri setja sér stefnu áður en þau fara þangað inn, til hversu við að fara og hvaða markmið menn setja sér og hvaða markmið menn vilja ná. En annars svona heilt yfir held ég séum að gera þetta ágætlega og við séum að sjá þessa vakningu, þetta er svona hægfara bylting sem kemur samhliða þessu. Og við finnum það að það er eftirspurn eftir þessu þar sem við komum inn í ráðgjöf að spyrja okkur þá sérstaklega oft á tíðum þetta og við vinnum oft slíka vinnu í kjölfarið.